Jóhann, þetta að bresta á Grindavík með heimavöllin. Hver er svona þínar tilfinningar gagnvart einvíginu í dag? Það er bara nokkuð góð. Við náttúrulega erum bara, eins og segir, með heimavöll sem svona, ég veit ekki hvort það gæti skipt máli en vonandi. Já, við náttúrulega erum bara að fara í hörku einvígi við Þórsarana og við erum bara nokkuð brattir held ég, bara eins og þeir sko. Þetta er 50-50 bara og bara verðum vonandi klárir á 5. Það er eins gott, enda skiptu liðin þessum reymum á milli sín í vetur. Hvernig sérðu Þórsliðið í dag? Ég var að lesa einhvers þar á þess að ég tekið eftir því að þeir voru svona einhverju lag þarna eftir bikarinn en náttúrulega kláruðu þetta með 2 mjög góðum sigurum í Borgarnesi og svo í leikamóti Njarðvík og þetta er náttúrulega bara hörku gott lið, vel þjálfað, rútineraðir og bara náttúrulega með hörku leikmann í Tobin Carberry og svo flotta stráka í kringum hann þannig að okkur býður bara mjög verðugt verkefni og eins og ég segi, þetta er 50-50 og við verðum návonandi okkar besta út úr í þessum leikjum. Grindavík er náttúrulega eitt af þessum liðum sem er búin að vera á þessu miðjusvæði. Sigur og tap í deild hefur verið að senda menn upp og niður. Grindavík hefur þar alveg þetta verið eitt af þessum liðum sem hafa kannski pínulítið vantað stöðuleika. Verður það eitt af svona lausnarefnunum ykkar í play-off? Já, klárlega. Við erum búin að reyna sérstaklega eftir jól að reyna að finna þennan stöðuleika í okkar leik og það er svona gengið upp ofan, ekkert alltaf vel. Ég viðurkenni það alveg og ég hugsa ef við náum svona stabilitet í okkar leika þá getum við orðið helviti hættulegir. Takk fyrir spjallið, vegna ykkur vel í framhaldinu, Jóhann. Takk.